Þriggja daga karaoke hófst í Norræna húsinu í dag. Hópurinn sem efnis vill stöðva söluna á HS Orku. 22.000 manns hafa skrifað undir áskorun til ríkisstjórnarinnar. Karaoke marathon hófst í dag og stendur fram á laugardag. Þá að syngja gegn sölunni á HS Orku til Magma Energy. Hópurinn Rödd þjóðarinnar sem stendur fyrir þessu vill einnig þjóðaratkvæðagreiðslu nýja orkustefnu. Á blaðamannafundi í Norræna húsinu kynntu fulltrúar hópsins sjónarmið sín en ríkisstjórnin var meðal annars harðlega gagnrýnd fyrir aðgerðarleysi í málinu. Talsmaður hópsins telur að stjórnvöld geti enn undið ofan af sölunni á HS Orku. Það hefur þetta stoppað þetta á mörgum stigum og það er enn hægt. Pólitískur vilji allt sem þarf og það hefur við sagt frá upphafi. Og eru þið þá að tala lagasetningu? Ég ætla nú ekki að koma með lausnina nákvæmlega á hvernig á að gera þetta. Hópurinn vill líka þjóðaratkvæðagreiðslu nýja orkustefnu. Það þarf að ákveða þetta, það þarf að búa til lög þetta og þú veist að við séum öll sammála það. Hvernig á að gera þetta? Staðan fyrir að bara koma eitthvað svona bakdæmi megin og bara hrifsi bara eitthvað til sín og allir bara það er of seint að búa að gerast. Á vefnum orkuauðlindir.is er hægt að skrifa undir áskorun að stöðva söluna á HS Orku til Magma og er stefnt að því að ná 35.000 undirskriftum. En að þessu loknu hófst karaokeið. Eina sem aldrei nóg af, mennirnir elska, fórna, kveljast, þjást og sakna. Karaokeið stendur fram á sunnudag og geta allir tekið þátt, ekki aðeins í Norræna húsinu heldur einnig víðar land, meðal annars á Akureyri, Selfossi og Bolungarvík. Guðmundur, það byrja að snjóa! Já, það passar þið spáðu sólskínu sér að nú. Tvör hjól undir bílnum en áfram skröltir hann þó. Í sumar frí á fjallaslóð þar verið hvíl, dagsljós hvíl en við kyrjum samt kátt í næð og ró. Þetta mikilvægara en HM, segir landsliðsfyrirliðinn Ólafur Stefánsson og hvetur fólk til að skrifa undir áskorunum að auðlindir landsins verði framvegis í lögsögu þjóðarinnar. Hann tók fyrsta lagið í 3 daga karaokeveislu sem Björk Guðmundsdóttir og félagar standa fyrir. Breki Logason. Hér í Norræna húsinu var að hefjast 3 daga karaoke marathon og eins og má heyra þá er alltaf verið vitlaust. Við tókum nokkra tali og hlustuðum á nokkur lög. Veislan hófst reyndar á stuttum pallborðsumræðum þar sem framkom að ætlunin sé að knýja fram þjóðaratkvæðagreiðslu orkuauðlindirnar. Ólafur Stefánsson landsliðsfyrirliði tók þátt í þeim umræðum og hann segir mikilvægt að fólk horfi í kringum sig. Þegar þú lendir í einhverju krísu þá þarfst að vinna meira til að bjarga þessum tölum sem eru á tölvunni í bönkunum og öllu þessu og það vinnst minni tími til að hugsa og íhuga og sem er ákveðið það sem þarf að gera. Og hann er með skilaboð til þjóðarinnar. Skráðu ykkur frekar á þetta heldur en bara á HM sko. Þetta er yfirmikilvægara, njótið HM en þetta er eitthvað sem snertir ykkur og mun gera til frambúðar. Fjöldi listamanna steig á stokk og má þar nefna Örvar og Lóu úr FM Belfast, Ellen Kristjánsdóttur og Megas sem lét fara vel sig á meðan hann beið. Hægt er að sjá ítarlegt viðtal við Ólaf Stefánsson og Björk Guðmundsdóttur inn á vísir.is. En duettinn Tvíhöfði kom saman við þetta tækifæri og fluttu besta lag í heimi, Fjöllin hafa vakað. Hlustið á þetta. Ef þú rýnir inn í bergið sérðu glitra tár, augun kristalltær, drógu mig nær og nær. Ég reyndi að kalla á ástina sem úr dvalanum reis í gær. Björk Guðmundsdóttir blés til karaoke marathons í dag sem standa mun með hléum í 3 daga eða þar til að minnstakosti 35.000 manns hafa skrifað undir áskorun að auðlindir landsins verði framvegis í eigu almennings. Fjöldi þekktra tónlistamanna hefur boðað komu sína en allir landsmenn eru hvattir til að mæta lagvissir sem laglausir. Margrét Erla og Jón Egill fóru í Norræna húsið í dag sem hefur umbreyst í karaoke skemmtistað og á þeim nótum ljúkum við Kastljósinu og þökkum samfylgdina í kvöld. Verið sæl. Þegar maður var í hljómsveitum í gamla daga og þegar maður er í samstarfi, í tónlistarsamstarfi og þegar fólk er farið að rífast og þá kemur ekkert gott út úr því sko. Þannig að það er nú kannski eitthvað sem maður, allavega flesti tónlistamenn ég þekki bara mínu eigin starfi, eru sammála og það er skila meiri árangri ef að fólk er þetta er meira fókusörið á kraftinn og orkuna og gleðina, Allt fyrir ástina, sama hvað lífið gæfi mér.
Ég segi út með hatri, inn með ástina. Í Sykurmólarnir við vorum svona næstu búin að gefa út karaoke-disk eitthvað tímann innan með lögunum okkar. Já, maður búin að vera svona í karaoke í gegnum árin svona. Allt fyrir ástina, orkuna, eina sem aldrei nóg mennirnir elska fórna, kveljast, bjást og sakna. Jón Gnarr kemur eftir og Ragnar Kjartansson, Kristín Anna, Rettur Steffsson, Ragga Gísla, forréttin kom að syngja. Ég syng alltaf öll lögin hennar þegar ég í stuði. Björk Guðmundsdóttir syngur lög eftir Raggu Gísla þegar hún í stuði. En hvaða lag ætlar þú að syngja hérna? Já, ég ætla að taka lag á eftir sem er eftir Jóhann G. Jóhannsson og heitir Kærleikur. Mér finnst það eiga svolítið vel við í þessu öllu þó að sé náttúrulega kannski ekki alveg allt í textunum sem að ég fíla en það þannig í karaoke, maður ekkert alveg bara maður tekur bara eitthvað. Og þótt ég hefði svo sterka trú að færa mætti fjöll úr stað en hefði ekki kærleikan ég væri ósköpsnauð. Við verðum að halda sjálfstæðinu og það gerum við með því að halda utanum barnið okkar sem er Ísland og af kærleika og ást. Ég ætla að taka hér margnota baráttulag sem að heitir Gerum okkar besta og ef einhver tíma var þörf þá nú nauðsyn að brýna fólk til þess að standa vörð það sem að stendur okkur næst. Við látum hendur standa fram úr ermum, við látum hendur standa fram úr ermum, við látum hendur standa fram úr ermum og ekkert þras. Þrjú hjól undir bílnum en áfram skröltir ennþá. En örfa þokan eftir dimm með kolsar fél sem kæfir vél en við kyrjum samt hátíð næð og ró. Allir menn, við syngjum Hippity-hæ og hippity-hí svo bergmálar fjöllunum í. Ef þetta fíblast fyrir góðu málefni þá gerir maður það, jafnvel í fullri alvöru. Á ástleitnin í augum þér. S sælan sem mig þá fer. T töfraspilið, tæpa millibilið, tínt par upp við gilið, tíst og andvörp bak við þilið. Ást ofar öll í heimi hér. Ást á land og þjóð